Ég held ég 3 sigrar í 3 leikjum, þú lítur að vera ánægður með svona vegferðina sem liðir á þessi dagana. Já, við erum að bæta okkur bara leik frá leik og dag frá degi. Það er það sem við ætlum okkur að gera og við finnst við vera að slípast betur saman. Við finnst fyrri hálfleikurinn bara mjög góður í dag, en svona seinni hálfleikurinn vorum við svona, ég veit ekki, vorum að gleyma okkur svolítið og vorum svolítið lost varnarlega og róteringar og annað bara ekki góðar. Við vorum að gleyma til dæmis þrisvar í leikmanni bara undir körfunni sem á ekkert að gerast og svo sóknarlega vorum við kannski fullmikið að spila fyrir sjálfur, eða bara einn á einn eitthvað bull sem við eigum ekkert að vera að gera. Virtist vera með tögl og haldi allt bara frá fyrstu mínútu hér í dag. Er þetta að halda fókus í svona leik kannski komin 20 með þér? Já, en við náttúrulega, nummer 1 og 3 erum við bara að vera betri og við erum við ætlum að vinna alla leiki en nummer 1 og 3 ætlum að vera betri með einhverjum leik og það er það sem við lögðum upp með í hálfleik en mér finnst við ekki bæta okkur frá fyrir hálfleik í fyrirstundar. Notar David og Kiki og Milka svona sitt á hvað í þessum leik, svona stakkir að heim. Hvað sést ekki ástæða fyrir því? Erfitt að deila gólfinu kannski? Já, nei. Við ég byrjaði með þá og þeir spila örugglega, ég veit ekki, 7-8 mínútur saman en svo ég jaga náttúrulega bara í róteringu með þeim. Þannig að þeir 3 eru svona að rótera fjarka við mig og við bara reynum að púsla þessu einhvern veginn saman og svo eru bara garðarnir að skipta sín á milli. Leikarnir í næsta leik, náttúrulega lyftur hraði og sóknarbolti þar, eru þið klárir í smáran? Já, við ætlum svo sem ekki að leyfa að hlaupa en við ætlum að vona að við náum að kontróla á. 2 heimar sem mætast kannski? Já, algjörlega. Ég meina, við erum ekki þekktir fyrir að hlaupa þó svo að við erum kannski búin að fá fleiri hraðahlaupsstig á þessu ári heldur en á síðasta ári þar sem að David er tilbúinn að hlaupa á völlinn og hann er að gera vel í því. Frábært, takk.